Netto, fyrir allt það góða og girnilega í lífinu. Við tökum vel á móti þér. Komið þið sæl og blessuð og verið velkomin í Suðurnesja Magasín, sjónvarps Víkurfrétta. Skemmtilegu þáttur framundan og meðal annars í Grindavík, þar nú fjörið alla daga og við hittum hann Issa veitingamann. Hann að byrja að selja fisk og franskar, fish and chips. Það veit allir hvað það Og meira fjör í Grindavík því að við fylgjumst með ísbaði. Við erum með nýja meistara í ísbaði, já komið þið sæl. En við förum líka til Reykjanesbæjar og fylgjumst með hvatningarverðlaunum og leiðin liggur síðan upp í Flugstöð þar sem við kynnum okkur ný sjálfvirk landamærahlið. Og síðan það skátarhreyfingin. Við tökum viðtal við Eydísi Eyjólfsdóttur en hún búin að vera í skátum nærri allt sitt líf eða frá því að hún var 9 ára gömul. En við hefjum leikinn í Grindavík á sjóaranum Síkáta. Bæjarhátíð Grindvíkinga sjóarinn Síkáti. Hún fór fram síðustu helgi og þá margfaldaðist íbúafjöldin í bænum. Bæjarbúar fjölmenntu niður að Höfn til að njóta skemmtunar og fá sér eitthvað gott í gogginn. Myndirnar sem hér sjást teknar í litríkri skrúðgöngu á bæjarhátíðinu síðustu helgi. Grindvíkingar hafa tekið vel á móti nýjungi bæjarfélaginu sem veitingavagn sem hjónin Hjördís Guðmundsdóttir og Jóhann Issi Hallgrímsson hafa komið upp á hafnarsvæðinu neðan við menningarmiðstöðina Kvikuna. Þar hafa þau steikt fisk og franskar eins og enginn sé morgundagurinn. Veitingavagnin gamall draumur Issa sem nú hefur orðið að veruleika. Veitingavagnarnir verða 2. Sá fyrsti kominn til landsins og staðsettur í Grindavík. Hinn verður á Fitjum í Reykjanesbæ og opnar á næstu dögum en Issi og Hjördís nú að leita starfsfólki í vagnana. Það var komið tíma á þetta að fara að gera eitthvað. Sérstaklega hérna í Grindavík og Reykjanesi. Ég tel að það sé þörf á þessu. Geta að fengja sér fish and chips hérna ódýrt bara í bakka út í sólinn til dæmis. Hráefni frá Þorbirni, eðalhráefni. Svo ég hugsa mér að vera með sjávartasúpu líka. Þá ég með saltfiskina frá Sílfell hérna á Hemma Valdorf. Hérna á Grindavík. Svo þegar þetta fara að róast þá ætla ég að taka fitjar í Reykjanesbæ. Já, það annar vagn á leiðinni til landsins. Annar vagn á leiðinni hangað. Ég veit ekki alveg hvernig ég ætla að takla en ég ætla að gera það. Fiskur og franskar, þetta nú búið að vera svolítið lengi í þinni fjölskyldu og þinni ætt. Já, sko, sagan segir að afi hafi verið fyrsti á Íslandi að vera með fish and chips. Þetta var 1941 eða 40 sem það opnaði og var að selja ferskan fisk og líka fish and chips. Því að í kjölfar að voru breskir hermenn á Akureyri. Og hann bara skellti sér á djammið með Bretunum og það fór nú ekki vel? Nei, gleymdi vist að slökkva pottinn og hann brann hjá kalli. En engin hætta, en hann opnaði ekkert aftur eftir það, þannig að ég bara tek við honum. Hver galdurinn á bak við fisk og franskar? Það gott hráefni. Sjófryst frá Þorbirni og þeir sérfræðingir, þeir að vinna mikið fyrir Bretan úti og bara sér pakka fyrir þá. Ég svona aðeins komin inn og ætla að vera með smá stæla. Ég ætla að gera betur en þeir úr bara mínum hugmyndum og náttúrulega þessu eðalhráefni. Þetta á að vera þannig að viðskiptavinnun á að geta rakið uppruna fisksins? Já, ég semst að vinna að því með Þorbjarnamönnum að þú sem neytandi getur skoða fiskinn þú búin að kaupa hann hjá mér og ferðin á Wi-Fi á vagninum, tengist við Þorbjarn á síðuna og þá sérðu bara rekjanleika á fisknum, bara alveg eins og hver annar fiskkaupandi í Grímsby eða þess aftan, bara skanna inn og þá sést ferlið á fisknum. Ég held að þetta sé bara einstæmi í heiminum að þú sem neytandi á svona vagni getur bara verið að vita allt fiskin. Þetta það sem við erum að leita að, ferskleika og rekjanleika. Við erum hérna núna á sjómannadeginum og það búið að vera mikið rennir í og þú byrjaði fyrir viku síðan. Hvernig þetta búið að vera? Þetta búið að vera ótrúlegt. Þetta svo gaman, það svo margir búin að hjálpa mér og það bara að sprengja, ég var afétinn tvisvar í pröfinu og búin að hóta því ég verð ekki afétinn og þá bara kemur eitthvað annað, þú veist. Svona á þetta að vera í byrjun, bara fara af stað með fullum hjarta og þá kemur þetta og ekki gefast upp og bara endilega kíkið við og pröfið þetta.
Hvernig ætlar að hafa þetta? Verður þú hérna allt árið við höfnina? Nei, þá fíkur nú vagninn sko, það er nú ekki oft logn hérna á Suðurnesjum eins og við vitum. Ég verð hérna eitthvað fram eftir hausti og eins á Fitjum og svo er þetta bara óráðið sko. Það er bara að koma þess á koppinni sem maður segir og svo bara sjá til. Veturinn, þá er þetta að fara í fyrirtæki jafnvel og steikja og einhver partí og fleira, þú veist. Það er allt opið, ég get gert allt, það er bara byggjum það. Vagnin er fullbúinn með öllu. Það er þetta að vera með Mexiko, súpur, pönnukökur, fish and chips, allra handa. Það er bara, tími verður bara að leiða það ljós. Ég reyna bara að gera eitt í einu. Ég skulda smá svefn, en það skiptir ekki maður, þetta er svo gaman. Þetta er bara lífið. Og þú ert með konunni þína með þér í þessu? Já. Hún er búin að standa með mér alveg, ég er sennilega bara heppinn að vera ennþá giftur því að ég er gjörsamlega óþolandi sko. Það verður bara að fara núna í gegn. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánar upplýsingar á hljómahöll.is. Íslandsmet í ísbaði sem sett var á Blönduósi þann 24. maí síðastliðinn er fallið. Metið var 20 mínútur og 80 sekúndur. Það var tvíslegið á sjóarunum Síkáta liðna helgi og stendur nú í 32 mínútum og 31 sekúndu betur í ísvatni sem var við 0 gráður á Celsius. Páll Hreinn Pálsson og Algirdas Kasúlis enduðu saman með metið sem er bæting upp á rúmar 12 mínútur frá metinu á Blönduósi. Þeir félagar vinna báðir hjá Vísi HF Grindavík og ætluðu ekki að gefa sig og voru skikkaðir upp úr ísbaðinu á sama tíma. Það má því segja að þeir hafi verið sviptir sjálfræði stund svo þeir yrðu ekki að ísmólum sjálfur í vatninu. Menn voru þó nokkuð kokhraustir eftir keppnina. Við hittum Pál Hrein nú í vikunni en hann er Íslandsmeistari í ísbaði ásamt Algirdas. Íslandsmót í ísbaði, er þetta eitthvað svona sem þú tekur reglulega þátt í? Nei, reyndar ekki, það var nú ekki ætlunin hjá mér heldur að fara í þetta en gæðastjórinn í Vísir var uppfullur að þessu þannig að ég var eiginlega svona einhver tippakeppni vill okkar held ég að fara í þetta. Þannig að það var eiginlega ástæðan fyrir því að ég ætlaði bara sína og sanna fyrir honum að þetta væri ekkert mál sko. Hvernig er það að láta sig vaða ofan í vatn sem er við frostmark? Það bara var 0 gráður? Já, það var 0 gráður. En það er ekkert kalt, þetta er bara hausinn á manni. Er þetta svolítið hugafar bara að hugsa sig frá kuldanum? Já, ég held að þetta sé bara ekkert annað sko. Ég var bara, eins og ég segi, ég hef aldrei farið í svona klakabáðu sko, þannig að ég var bara slakur og kom mér í góða stellingu og já, var ekkert að hugsa mikið þetta sko. En reynda fékk ég svona tvisvar á þessum hálftíma sem ég var núna. Þá fékk ég svona, þá fann ég að skjálftinn var svona að fara að taka yfir en ég náði bara svona hugsa mig út í sko. Hvernig eru þessar 30 mínútur rúmar að líða? Var þetta lengi að líða? Nei, það var það ekki sko. Ég bara, já, þetta er bara hausinn á manni. Ég var bara slakur og lagst aftur og með loku augun og hafði það bara kósí sko. Eins og sagði, þetta er svolítið svona tippakeppni í okkur, en er ekki kallmennskan algjörlega farin eftir 30 mínútur í 0 gráðu heitu vatni? Já, hann virtist að vera hálf bólginn ennþá að ná mig sko, þannig að ég ætlaði hann að segja það. En jújú, maður var allir hálf frosinn sko, þannig að það er bara eðlilegt held ég. Þetta er ekkert hættulegt? Nei, ég get ekki ímyndað með það ef menn eru með réttu hugar. En jújú, menn sjálfsagt geta farið í eitthvað paník annars sko, en það eru bara einhverjar stelpur sem eiga geta verið að stunda þetta. Ætlar að taka þátt í þessu aftur ári? Ég gerir ráð fyrir að það lítur að vera haldið núna árleg keppni hérðinni frá. Já, ég verð að gera það. Maður verður þá kannski búinn að undirbúa sig. Þannig að þessi hálftími verður þá kannski bara klukkutíma. En nú eru þau tveir sem að deili þessum Íslandsmeistaratitli. Og þú ert alveg sáttu við það að deila þessum titli með öðrum? Já, ég verði ekki að segja það, en ég meina hann byrjar með manni og onni, þeir eru tveir í sínu karið þarna sko. Og ég fer 3 sekúndum á undan onni. Og ég gat nú ekki betur séð á myndunum að hann væri hálf hlandbrunninn þarna á bakinu. Þannig að ég veit ekki, það verður bara hver að dæma fyrir sig.
Heldur að þessi auka maður í karrinu honum hafi náð kannski upp einhverjum hita þar sem þú hafðir ekki? Já, það er ekki spurning. Ég held að það sé fínt að byrja með 100 kíló að hitaboka við liðin á sér. Ég held að það sé ekkert annað en smá forskot, sko. Þannig að þú veist meina það að þú sért í raun Íslandsmeistarinn? Já, menn verður bara að dæma hvað fyrir sig, sko. En það verður þá bara að vera betri dómarar á næsta ári og hann verður þá bara að standa uppi fyrir þessu, sko. Ég myndi halda það allavega. Verkefnið First Lego League hlaut hvatningaverðlaun Reykjanesbæjar 2017 en að verkefninu koma Bryndís Guðmundsdóttir, skólastjóri Myllubakkaskóla, Ingibjörg Jóna Kristinsdóttir, Íris Dröfn Halldórsdóttir og Sveinn Ólafur Magnússon. Nemendur úr 7. bekk í Myllubakkaskóla sigruðu Lego hönnunarkeppni sem haldin var af Háskóla Íslands laugardaginn 12. nóvember síðastliðinn. Með sigrunum öðluðust nemendur þátttökurétt í úrslitakeppni First Lego League Scandinavia sem haldin var í Bodø í Noregi þann 3. desember síðastliðinn. En þetta er fyrsta lið Suðurnesja sem vinnur þessa keppni. Getið þið byrjað að segja mér bara aðeins frá þessu verkefni hjá okkur? Já, við bara ákveðum að okkur langaði til að gera eitthvað nýtt, öðruvísi, eða svona eitthvað pínu krefjandi. Það er þetta hverju ári þessi keppni á Íslandi og við höfum tekið þátt áður skólinn nokkur sinnum fyrir svolítið mörgum árum síðan og svo kemur alltaf póstur og okkur langaði til að pröfa þetta. Þetta er ekki endilega okkar sérsvið eða eitthvað sem við höfum verið að gera og okkur langaði að augra okkur. Þannig að við ákváðum að skrá lið til keppni og völdum krakka í 7. bekk sem hafði eitthvað í þetta að gera. Þetta er sem sagt verkefni í nokkrum hlutum. Þau mynda lið og í okkar tilfelli voru þau 8 í liði og þau eiga að leysa nokkuð verkefni. Eitt verkefni er sem sagt róbótinn, það er sem sagt Lego tækniróbót, þar sem þau þurfa að forrita sjálf til þess að leysa þrautir á tíma og það tekur marga vikur að leysa þessar þrautir og þau þurfa að hanna róbótinn sjálf líka. Og annað verkefni er svo rannsóknarverkefni sem þau þurfa að vinna rannsókn á einhverju ákveðnu málefni. Okkar tilfelli var það eitthvað tengt dýrum. Samskipti manna og dýra. Já, og svo þurfum við að vinna með hópefli og sína það að hópurinn sé samstiltur og vinni saman og geti leyst hvað sem er. Það var náttúrulega bara ótrúlega mikill undirbúningur og við í raun og veru vorum svolítið svona lengi að komast að hvað það var sem við áttum í raun og veru að gera. Svona já, okkar forrita róbót og gera eitthvað atriði og svo það var svona pínu erfitt að leita eftir upplýsingum. Já, þetta var heilmikið stórt verkefni, miklu stærra heldur en að við byggumst við. Þau segja að krakkana hafa verið mjög áhugasama verkefnið og að æft hafi verið stíft. Þau voru bara hrikalega spennt og mjög dugleg og lögðu sig alla fram í þetta. Við vorum oft ansi lengi. Og þau bara rulluðu yfir þessa keppni. Vorum eiginlega bara efst á öllu sviðum. Hvernig gekk svo keppnin hjá okkur úti? Hún gekk bara mjög vel. Við náttúrulega vorum 47 lið held ég sem tóku þátt. Og við vorum í 10. sæti og þau stóðu sér rosalega vel og enda bara 12 ára. Það voru krakkar allt upp í 17 ára, eða ekki. Já. Og sumi skólar þau kaupa sér nemendur til þess að taka þátt fyrir sig úr öðru skólum eða öðru hverjum. Þannig að þau stóðu sér rosalega vel. Þau þurfa að fara til dómara í hverjum lið og svara allskyns rannsóknarspurningum. Þau þurfa að geta svarað alltaf. Þau stóðu sér hetjur. Kvöldið fyrir keppni lenti liðið í smá vandræðum þegar róbótinn virkaði ekki sem skildi. Hvaða kortir ára strákarnir átt að fara svið, þá var róbótinn í frumyndum en við fengum lánaðan hjá aðstandendum keppninnar, sem sagt nýjan, sem við svo tengdum bara við iPadin okkar. Þannig að eftir fyrsta skiptið þá vorum við mínustig, ansi mörg mínustig, útliti ekki gott en síðan kom þetta hjá okkur og við endum í úrslitum. Netto fyrir allt það góða og girnilega í lífinu. Við tökum vel á móti þér. Skátafélagi Heiðabúar í Keflavík fagnar 80 ára afmæli á þessu ári, eitt elsta félagsstarf á Suðurnesjum og þó víðar væri leitað. Einn af máttastólpum félagsins í áratugi er Eydís Eyjálsdóttir og við settumst niður með henni og byrjum á því að spyrja hana, hvenær byrjaði þú í skátunum, Eydís? Já, ég var 9 ára, bjó á Akureyri og gerðist ljósálfur í Valkyrjunni á Akureyri og var þar í, held ég, 2 ár.
og síðan var ég skáti á Akureyri og þar kynntist maður fyrst skátahreyfingunni og úti í lífinu og ferðalögum með skátum og lærði ýmislegt. Svo eftir fermingu á Akureyri þá fluttist ég til Keflavíkur. Pabbi minn héðan ættaður og ég fór strax í skátafélagi Heiðabúa og starfaði þar, ætli hafi ekki verið svona 4-5 ár og það var mjög skemmtilegt og þá var maður nú að kynnast nýjum félögum og tók þátt í starfinu eins og það var hér. Fór á skátamót og starfaði bara í almennu flokki. Ég var ekki flokksforingi þá eða í neinu svona foringjarstarfi. Svo fluttist ég til Sandgerðis 1960 og bjó þar í 10 ár. Þá var stofnað skátafélag, eða það var eiginlega endurlífgað skátafélagi Stabbúar og það voru stúlkur úr Keflavík, það var Jórunn Guðmundsdóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir og Lýdía Egilsdóttir. Þær stóðu fyrir því, þær voru allar búin að vera í Heiðabúum og höfðu farið á skátamót meira að segja erlendis. 1970 þá flyst ég aftur til Keflavíkur og hef búið hér síðan og þá, ég held að það verið 1974, þá kom Guðrún Sigurbjörnsdóttir til mín og spurði mig hvert ég vildi koma í ljósálfarstarfi með þeim. Þá var mjög líflegt starf hjá skátafélaginu og vantaði foringja og það voru margar konur sem tóku það að segja. Það voru oft svona 50 stúlkur og drengir á fundum og mjög skemmtilegt og ég fór í ljósálfarstarfið. Svo var það árið 1977. Þá var Magnús Gunnarsson kosinn félagsforingi og ég var þá kosinn aðstoðarfélagsforingi og var honum til aðstoðar. Svo skeiði það nú, svo sorglega atburður að hann féll frá, svo ungur, og þá þurfti ég að taka við félaginu. Og ég var félagsforingi í 5 ár og það voru 4 ár. Gekk mjög vel og það var mikið starf í félaginu og svo hætti ég því eftir þessi 5 ár og var ritari félagsins í mörg ár og síðan var ég gjaldkeri frá 1987 til 1998. Þá svona eiginlega dró ég mig í hlé. Ég hef samt alltaf verið utan í starfseminni og aðeins verið að skipta mér af og átti góða tíma. Þegar ég var gjaldkeri þá tók ég við að Birni Stefánsssyni sem hafði verið gjaldkeri í mjög mörg ár og Jón Tómasson, símstöðvarstjóri, var gjaldkeri þar á undan og fjárhagur félagsins var góður því að það var alltaf skeytasala á þessum árum sem hélt félaginu gangandi og sá algjörlega bara félaginu fyrir öllum peningum sem það þurfti. Og það var nú dálítið gaman að segja frá því að þegar skeytasalan var, þegar ég kom hérna fyrst til Keflavíkur, að á fermingardögunum þá voru tjöld út allan bæ, það voru stöðvar sem tók á móti óskum fermingarskeyti og síðan voru þau prentuð og skrifuð í skátahúsinu og þá voru líka margir skrautritarar og við sáum að senda peningaskeyti og þetta var mikil vinna fyrir skátana en gekk mjög vel og hélt félaginu fjárhagslega gangandi. Ég hef lengi hugsað það hvernig hægt að hjálpa til við fjármögnun til að greiða fyrir við lagfæringu á því nauðsynlega í skátahúsinu. Það þarf að skipta glugga, það þarf að setja nýja ofna, það þarf að leggja nýtt rafmagn í húsið og fleira. Og ég og fjölskylda mín, við ætlum að stofna sjóð, afmælis-, styrktar- og framkvæmdasjóð við skátahúsið. Við ætlum að nota tækifæri núna í tilefni af 80 ára afmælinu og koma þessu í gagnið. Og ég trú á því að fyrrverandi skátar, velunnarar skátafélagsins, fyrirtæki, félagasamtök og einstaklingar munu kannski hjálpa skátafélaginu til þess að þetta verkefni geti orðið að veruleika. Og við skulum bara muna það að margt smátt gerir eitt stórt og ég hef trú á fyrrverandi skátum sem eru mjög margir því að
Skátastarfi hefur verið alveg öflugt hér síðan að skátafélagið var stofnað 1937 og skátahúsið held ég aðal ástæðan fyrir því að skátastarfi hefur verið samfleytt hér í 80 ár. Af því að skátarnir hafa alltaf haft sinn sama stað. Já, það byrjaði þannig að það var 15. september 1937 sem að félagið var stofnað. Helgi S. Jónsson var foringinn og var fyrsti félagsforinginn. En þetta voru 8 ungi menn sem að stofnuðu félagið. Það var Helgi S. Jónsson, Marteinn Árnason, Gunnar Þorsteinsson, Arnbjörn Ólafsson, Ólafur Guðmundsson, Óskar Ingibergsson, Alexander Magnússon og Helgi Jónsson. Þetta voru þeir sem að byrjuðu, stofnuðu félagið og voru alltaf tryggir og trúir og þeir eru allir látnir núna. Svo voru margir sem komu þarna á eftir sem að urðu mjög duglegir og virkir í félaginu og urðu merkir borgarar hérna í Keflavík og sumir fluttust til Reykjavíkur og meðal annars var Gunnar Eyjólfsson leikari. Hann var síðar skátahöfðingi Íslands. 1988 var hann kosinn og þá vorum við á heiðabúar á landsþingi og þá sagði Gunnar þegar hann tók við að verða skátahöfðingi: ég heiðabúi og ég verð alltaf heiðabúi. Þá færðu heiðabúar honum heiðabúaklút og merkið. Hann var alltaf stoltur að því að vera Keflvíkingur. Telur það voru mikið breyting á skátastarfinu í 80 ár? Já, það er nú ekki hægt að segja annað. Það hefur allt breyst í þjóðfélaginu og líka í skátastarfinu, en auðvitað er alltaf jafn gaman. Og það er þeir sem að finna sig vel í starfi geta fundið bara allt lífið eitthvað skemmtilegt við sitt hæfi. Telur að skátastarf hafi ennþá erindi til barna unglinga í dag? Já, alveg tvímælalaust. Það er náttúrulega svo mikið að gera hjá börnum í dag. Og það er náttúrulega margir í íþróttum og allt krefst svo mikils tíma. En það er náttúrulega ekkert allir sem geta verið til dæmis í íþróttum. Og þá er bara gott fyrir þá að finna sér eitthvað skemmtilegt að gera í skátastarfi. Ný sjálfvirk landamærahlið voru tekin í notkun á Keflavíkurflugvelli síðastliðinn laugardagsmorgun. Hliðin eru hluti af framkvæmd við stækkun landamærasalarins á flugvellinum og eru samstarfsverkefni Isavia, lögreglustjórans á Suðurnesjum og ríkislögreglustjóra. Verkefnið er hluti af 7000 fermetra stækkun flugstöðvarinnar en auk landamærasalar hefur biðsvæði farþega og verslunar- og veitingasvæði í suðurbyggingu verið stækkað. Með stærri landamærasal og aukinni sjálfvirkni mun fjöldi farþega sem geta farið landamærin á klukkustund fara úr 2600 og upp í alltaf 3700 manns þegar fullum afköstum verður náð. Þetta mun bæta mjög afköst í landamæraeftirliti og auka þægindi farþega sem fara yfir landamærin, hvort sem þeir eru á leið til Íslands, frá Íslandi eða millilenda á leið sinni milli Evrópu og Norður-Ameríku. Já, það eru talsvert mikla breytingar sem eru að gerast akkurat í dag og reyndar langþráðar. Hér hafa staðið framkvæmdir í rúmt ár og nú erum við sem sagt að opna stækkaðan landamærasal og samhliða því erum við að taka í notkun sjálfvirk landamærahlið. Og við sjáum þau hérna fyrir aftan og við erum stödd hérna í brottförinni og við erum sem sagt með 6 sjálfvirk landamærahlið sem við erum að fara að taka í notkun í dag. Og hvernig virkar þessi búnaður? Þetta virkar þannig að það er svona ákveðin svona grunnskilyrði sem þurfa að vera til staðar og þetta er eingöngu ætlað ríkisborgurum Evrópska efnahagssvæðisins og einstaklingar þurfa að vera með lífkennavegabréf og að vera 18 ára að aldri. Hvað ræður þessum aldurstakmörkum? Það tengist nú bara því að börn yngri en 18 ára verða að vera í fylgd með forráðamönnum eða foreldrum. Og það er ekki hægt að koma því við svo tryggt sé að einstaklingar yngri en 18 ára fari gegnum sjálfvirk landamærahliðin. Þannig að þeir einstaklingar, og við beinum þeim tilmælum til fjölskyldna að fara bara í gegnum hefðbundnu landamærahliðin með einstaklingar sem eru yngri en 18 ára. Og hvernig virkar þessi búnaður? Já, hann virkar þannig að þú byrjar á því að setja vegabréfið þitt í skanna og það fyrsta sem gerist í þessu ferli er að það gengur úr skuggum það að þú sért með lífkennavegabréf og ert einn af ríkisborgurum af þessum svæðum sem ég nefndi áðan
og einmitt þetta með aldurstakmörkinin. Og ef þetta gengur allt saman upp, þá opnast fyrsta hurðin og þú gengur inn í sjálft hliðið og þá fer af stað ákveðin ferill og þá eru könnuð öryggisatriði vegabréfsins og líka eru upplýsingar sendar inn í svo kallað vefþjónustulag og þá eru upplýsingar, persónuupplýsingar, flett upp í lögreglukerfunum og lögreglukerfin þá erum við að kanna í Interpol, í SIS og í landskerfi lögreglunar. Og á sama tíma, og þetta að gerast, og þá myndin sem geymd í örgjörfunum í vegabréfinu borin saman við einstaklingin sem inn í hliðinu. Og þá og allt gengur upp og þú ert sá sami maður og ert í myndin í örgjörfunum og þú kemur ekki upp smellur í þessum lögreglukerfum og þá líkur ferlinum og þú gengur í gegnum hliðin sjálf. Og þetta á að taka svona, ef allt gengur upp, innan við 20 sekúndur. Hverju mun þetta breyta fyrir lögregluna? Já, vonandi gerir þetta okkur aðeins lífið léttara eins og menn hafa kannski fengið fréttir af að þá eru miklar biðraðir hérna í flugstöðinni landamærin og við bindum vonum við það að þessum biðröðum munu aðeins, þær munu minnka og biðtími farþega líka munu minnka en þetta líka öryggismál. Við teljum að með þessum sjálfvirku hliðum þá séum við líka auka öryggið. En þetta kannski ekki endilega að fækka mannskap fyrir ykkur, það hljóta að vera ykkur svona maðurinn bak við tjöldin í þessum tækjum eins og öðrum? Já, við þurfum ákveðin svona utanumhald og það alltaf einn starfsmaður sem fylgist með virkni hliðana. Og hugmyndin hjá okkur ekki að þetta muni fækka starfsfólki, heldur munum við bæta bæði öryggi og þessa þjónustu sem markmið okkar. Og þetta eitthvað sem við höfum verið að vinna með flugstöðinni og ríkislögreglustjóra og markmið okkar eins og ég segi að bæta öryggi og auka þjónustuna. Já, við erum í sumarskap í Suðurnesja magasíninu og hér gott dæmi ferðaþjónustuna á Suðurnesjum, mikill vöxtur þar, meðal annars hvalafskoðun frá smábátahöfninni í Keflavík. En leið og við þökkum fyrir áhorfið minnum við á aðra miðla víkurfrétta. Við erum að gefa út blað í hverju viku. Víkurfréttir koma hér út á 15 og dreift í öll hús á Suðurnesjum. Við erum líka á webnum waff.is, nýjar fréttir alla daga og eins fyrir kylfingana á kylfingur.is. Þið getið séð þennan þátt og eldri þætti okkar sjónvarps víkurfrétta inn á hringbraut.is og einnig á víkurfrétta webnum waff.is. Við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst að vikuleiðinni. Verið sæl.